Robert, nú vika í tímabilið hefjist. Hvernig svona er ástandið hjá okkur? Það er nú bara nokkuð gott. Alltaf einhverjir með svona smávægileg meiðsli og eitthvað svona eins og þeir eru í öllum liðum. En svona heilt yfir bara er ástandið bara mjög gott á hópnum. Og svona kannski ekkert verra miskunst enn í fyrra á þessum tíma eða hvað? Nei, en svo veistu ekkert hvað gerist á morgun og hinn og allt það sko. Þannig að nei bara, at the moment er þetta bara í fínu rönni sko. Og svona æfingaleikir og annað bara gengið þokkalega? Já, þetta hefur, svona upp og ofan eins og svona við maður búast á þessum tíma og prófa alls konar hluti og svoleiðis, en ég er nokkuð ánægður bara með það sem við fengið út úr leikjunum, þannig að fengið svör og svoleiðis, þannig að ég er ánægður með það. Og það er svona nokkra breytingar, mistu nú báða markverðina til dæmis og ert að fá einhvern í staðinn væntanlega? Já, þetta er allt saman í vinnslu og það lítur bara mjög vel út og það vissulega skarða missa Einar en það kemur alltaf maður í manns stað og það skiptir engu máli hvaða stöðu þú spilar eða hvað þú heitir og allt það sko, það bara lífið heldur áfram og klúbburinn bara stækkar með hverjum deginum og það er sem við viljum vera, við viljum stækka félagið og búið til liðsmenn og félagsmenn og allt það, þannig að það er bara, maður fær bara vindin í fangið og svo bara er að setja spoiler á og klífa þetta. Og það var náttúrulega nokkri nýja leikmenn líka bæst í hópinn, það er ekki það, Hafsteinn og fleiri? Já, Atli Steinn kom inn líka úr FH og Óli úr HK og Sæþór, Selfossi og svo eru bara flottir strákar í þriðja flokk líka sem eru að banka hressilega á dyrnar og hafa verið með núna í undirbúningnum og eins kannski það sem við erum náttúrulega líka bara greiða lána með, við heldum svona nánast sama hóp og það er virkilega jákvætt og það er bara, þá er þetta að halda áfram að vinna með hlutina. Einmitt. Og þetta var svona, þegar verið svona, Grótta hefur verið svona á þessum barmi að fara í úrslitakeppnina og ekki í úrslitakeppnina, þetta verið svona alveg á mörkunum undanfarin ár. Já, það er bara alveg rétt og við höfum náttúrulega verið að byggja, þannig sé verið alltaf með nýtt lið á hverju ári, svona óbeint. Þetta er svona fyrsta skipti núna sem við erum, eins og sagði hann, með sama kjarna og getum haldið áfram að vinna hlutunum og svo hvar við lendum, það er náttúrulega bara undir okkur komið og við þurfum samt líka bara að stækka og vaksa og fara óhrættir í allt saman. Þannig að þessi vika, það er bara vika þangað til þið stingið ykkur í laugina, má segja? Já, var alltaf gaman svona alltaf í upphafi móts, þú veist ekki nákvæmlega hvar þú stendur sjálfur með liðið, þú veist ekkert hvernig hinn liðin eru og svona liðin halda þetta sér spilunum og þannig að þetta er svolítið svona sérstakt, það er ekkert mikið efni að vinna úr og svona en þetta er mjög skemmtilegt og þetta er bara handbolti og þú fær bara langt á gamlu klísunni bara að berjast út í eitt og fórna sér og kasta sér á bolta og bara vera bara nógu brjálaðir með dassa skynsemi, þá ferðu langt sko, skiptir engu máli hvaða kerfi þú spilar.